Annars liðar útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks göngubrú yfir Miklubraut og til máls tekur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Vantar þig ræðuna núna eða? Nei, bara með henni sko. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég ætlaði að hafa smá gögn með mér í pontuna en það verður að prentað út. Ég fæði þá bara að það væri fínt að fá þau í pontuna. En ég ætla að mæla fyrir tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins göngubrú yfir Miklubraut eða mér eftir að sagt örugg göngutengsl yfir Miklubraut og tillagan hljóðar þannig, leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að gripið verði til aðgerða í því skyni að tryggja börnum og ungmennum örugga göngu- og hjólaleið yfir Miklubraut á kaflanum milli Lönguhlíðar og Kringlumýrarbrautar. Umhverfis- og skipulagssviði falið að kanna tiltaka kosti varðandi uppsetningu göngubrúar á svæðinu annars vegar og undirgöng hins vegar og meta æskilega staðsetningu slíkra mannvirkja með tilliti til gönguleiða og gönguflæðis barna og ungmenna yfir Miklubraut. Sviðinu jafnframt falið að taka upp viðræður við Vegagerð ríkisins þátttöku í verkefninu þar sem er að ræða stofnbraut í þéttbýli. Og eins og kom fram í tillögunni þá er ekki kveðið á sko hvaða lausn eigi að koma þarna. Heldur bara að tala örugga göngu- og hjólaleið en það þarf að kanna það sérstaklega okkar mati hvort að fyrir valinu verður göngubrú á þessum stað eða undir göng. Ástæðan auðvitað sú að þessi staður ekki nógu öruggur með tilliti til gangandi og hjólandi vegfarenda sem leggja leið sína yfir Miklubraut. Það kunnara en frá þurfa að segja að Miklubraut er helsta umferðargata borgarinnar. Sumir segja hún kljúfi borgina í tvennt eftir endi löngu en hún gegnir óneitanlega mjög mikilvægu hlutverki í umferðarkerfi borgarinnar og það er þannig að fólk á tíðum erindi yfir brautina, ekki bara á bílandi heldur líka gangandi og hjólandi og þá ekki síst börn og unglingar. Þannig háttar nefnilega til að það eru börn sem eru austan brautarinnar eða öllu heldur sunnaninnar sem sækja skóla og frístundastarf og íþróttastarf yfir hana. Þannig eru til dæmis börn í Hlíðahverfi sem fara í skóla, fara í hádegisskóla og þurfa þess vegna að fara yfir götuna á hverjum degi og sækja íþróttastarf þangað og það er líka mörg dæmi börn sem búa hinum megin við hana og sækja skóla í Hlíðaskóla eða íþróttastarf hjá Vali við Hlíðarenda. Það hefur komið í ljós og slysatölur sýna að þessi staður hann er langt í frá öruggur. Það eru gönguljós og það sem kemur grænt fyrir gangandi vegfarendur og hjólandi ef þeir ýta á hnapp. En það hefur oft orðið slys þarna og það hefur reynt að betrumbæta þessi gönguljós ítrekað. Og það hefur örugglega haft einhver áhrif til góðs en það hefur ekki dugað. Ef við lítum á Hringbraut og Miklubraut sem Vegagerðin kallar Nesveg, þarna
það liggja alveg fyrir tölur slys á þessum svokallaða nesvegi sem hafa verið tekin saman. Þá sjáum við að Hringbraut þar sem hún í skilurraðurinn í gamla Vesturbæinn og Nes- og Melahverfi sennilega hættulegasti staðurinn eða með þeim hættulegri í borginni fyrir gangandi vegfarendur, og þá er miðað við ekna kílómetra, bílakílómetra. Það er ekki önnur mæling til. Og ef við tökum sambærilega mælingu þá sjáum við að kaflinn frá Njarðargötu og Kringlumýrarbraut er líka mjög hættulegur, og sýnist mér að þessi gangbraut sem við hús sem hýsir núna 365 miðla. Við hjá borginni þekkjum þetta kannski sem betur sem Tónabæ og einhverju sem enn eldri sem Lító. Þessi staður á líklega drýgstan hluta máli þegar við lítum á slysatölfræðina á þessum kafla Hringbrautar frá Njarðargötu að Kringlumýrarbraut. Það hefur oft verið óskað eftir úrbótum, bæði einstaklingar þessu hverfi, einnig foreldrafélög og íbúasamtök hafa óskað eftir úrbótum, og borgin hefur eins og starfsmenn borgarinnar hafa eftir því sem þeir hafa getað reynt að lagfæra þennan stað, en samt er töluverð hætta þarna og þess vegna full þörf á öruggum göngutengslum. Foreldrar þeir hafa jafnvel beint börnum sínum á gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar að gönguljósunum þar vegna þess að þau telja það að vera öruggara heldur en ljósin þarna við Tónabæ. En mér sýnist að þegar litið er svona á gönguleið skólabarna í hverfinu, þá væri æskilegast að skapa algjörlega öruggt göngutengsl þarna við Tónabæ. Svo má þetta velta fyrir sér alls konar aðferðum til þess að gera gatnamótin ennþá öruggari. Það má þetta velta fyrir sér hvort að það sé hægt að lyfta þeim upp, að þessi gönguljós þau verði á upphækkun, þannig að þetta verði svona eins og hálfgerð hraðahindrun fyrir bílana, og það getur alveg verið leið sem eykur öryggi þarna eða dregur úr slysahættunni, en á móti kemur að það yrði aldrei algjörlega öruggt. Það hafa líka orðið mjög alvarleg slys á slíkum gangbrautum. Jafnvel þó þessar gangbrautir séu upphækkaðar, þá verða þær ekki fullkomlega öruggar. En örugg göngutengsl eins og göngubrú eða undirgöng eru svona komast hvað næst því að vera alveg örugg fyrir gangandi vegfarendur, vegna þess að þá er engin hætta eða mjög hverfandi hætta því að gangandi vegfarendur sem nota slík úrræði verði fyrir bíl. Í fyrra þegar við ræddum göngubrú eða undirgöng á öðrum stað í bænum, þá var rætt um það að það var ekki sniðugt að hafa örugg göngutengsl sem þessi á slíkum stað, vegna þess að það gæti verið krókur fyrir mörg börn og börn nýttu sér það ekki. Því er til að svara að það hefur komið í ljós að börn nýta sér slíka kosti þegar þeir eru fyrir hendi. Í mjög mörgum tilvikum þegar að foreldrafélög í borginni eða íbúasamtök hafa óskað eftir öruggum göngutengslum yfir einhverjar götur, þá hafa slík samtök mjög oft í fyrstu fengið þau svör að það þýði ekkert að smíða brú eða grafa undirgöng vegna þess að þetta sé svo lítið notað. Börnin nennir hreinlega ekki að taka á sig krók til þess að fara nota þessi úrræði. Yfirleitt alltaf hefur komið í ljós að þessar hrakspár hafa verið á sandi byggðar, þar hafi ekki ræst. Yfirleitt alltaf, svona minnst þegar þær að ræða að 2 íbúahverfi hafi verið tengt með þessum hætti, þá hafa þessar hrakspár ekki ræst, heldur notkunin verið mikil. Þessu var til dæmis spáð þegar að foreldrar börðust fyrir það á sínum tíma að göngubrú kæmi yfir í Miklubrautina, rétt hjá Kringlunni, rétt austan við Kringluna, og tengdi saman íþróttasvæði fram við Hvassaleiti, og þá var þessu spáð að sárafáir myndi nota þennan kost vegna þess að það væru kortir undirgöng aðeins vestar eða við Kringluna,
en annað kom á daginn. Við sjáum það þegar við ökum þessa leið núna að þessi brú töluvert mikið notuð og maður sér ekki lengur börn hlaupa hérna yfir eins og maður sá oft áður, vegna þess að þeim hefur einfaldlega verið kennt að nota brúna og gönguleiðin í hverfinu beinlínis leitað brúnni. Og eins gæti eitthvað svaraði hér að sagt að það var ekki miklu líkur að þessi göngutengsl eru notuð, af því það séu undir Miklubraut vestamegin við Lönguhlíð, en þá því til að svara að það auðvitað dæmi að mér finnst mjög líklegt að öðru gönguleið yrði notuð. Göngin undir Miklubraut við Lönguhlíð eru líka með nokkrum hætti barn síns tíma. Þau minnst ekki fullnægja ekki þeim stöðlum sem við myndum vilja sjá varðandi slík mannvirki nú á okkar tímum, eru nokkur áratuga gömul. Nú foreldrasamtök í þessum hverfum sitt hvorum megin við Miklubrautina, þau hafa látið málið til sín taka og hafa óskað eftir því að borgin hafa óskað eftir göngubrú eða undirgöngum þessum stað, þar að segja á milli Kringlumýrarbrautar og Lönguhlíðar. Þetta hópur foreldra hefur talað við Vegagerðina og fengið þau skilaboð þaðan að Vegagerðin sé jákvæð gagnvart því að setja göngubrú á þetta svæði, en það slíkt þurfa sjálfsögðu að gerast í samvinnu við borgina. Nú undir bréf sem ég undir höndum rita skólastjórnendur, kennarar, leikskólakennarar, menntaskólanemendur og foreldrar barna í Hlíðahverfi og þeir hafa safnað undirskriftum til stuðningsmálinu og ég held ég muni að rétt að það séu 400 undirskriftir sem hafa safnast til stuðnings því. Ég held að það sé því mikilvægt að við í borgarstjórninni við tökum þessu erindi vel og það hefur verið sendt, ég veit að það hefur verið sendt til borgarstjóra og umhverfis- og skipulagsráðs og borgarráðs og ég held að sé ágætt að ræða þetta hérna í dag, hvaða við tökum málið og svo held ég að sé ekki til neina að bíða að vinda sér í undirbúning, þannig að framkvæmdir getur hafist sem fyrst við málið vonandi á næsta ári. Nú það ekki langt síðan göngubrú var tekin í notkun við Norðlingaholt sem tengir saman Selárshverfi og Norðlingaholt þá yfir Breiðholtsbraut. Sú brúargerð hún tafðist eins og við þekkjum og varð eitthvað dýrari heldur hún átt að vera, komum upp ákveðin vandkvæði á byggingartímanum. En hún hefur nú verið opnuð og það ekki annað að sjá en að þetta sé bara glæsileg brú og ég get vitnað það að foreldrar í þessum hverfum, þeir eru bæði Selárshverfi og Norðlingaholti eru mjög þakklátir fyrir að það fengi brúna og hún gegnir nú þegar mikilvægu hlutverki til að tengja þessi tvö hverfi saman, enda á fólk á öllum aldri á gangandi vegfarendur og hjólandi eiga erindi milli þessara hverfa. Þau hverfi sem við ræðum í dag eru miklu fjölmennari. Við sjáum að það mikil umferð þarna yfir en það vantar sem sagt að göngutengsl séu örugg og þess vegna það von mín að við getum rætt þetta hérna í dag og vonandi komist að niðurstöðum það að ráðast í þessar framkvæmdir. Við vitum alveg að fjárhagur borgarinnar er bágur þessar mundir, en í þessu tilviki það að ræða að ríkið myndi, ef að virði, borga langmestan kostnað við slíkt mannvirki, hvort það eru göngubrú eða undirgöng, örugglega ekki minna en 90%, þannig að ég myndi segja að kostnaður sé hverfandi fyrir borgina, en borgin sér skipulagsþátt málsins og auðvitað þarf að vanda vel til verka þannig að mannvirkið verði notadrjúgt, það gegnir hlutverki sínu og vonandi líka til prýði í borgarlandslaginu.
Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Mig langar að byrja á að geta þess að í síðustu viku var haldinn fundur á Kjarvalsstöðum í fundaröðinni Heimkynni okkar borgin og fundarefnið var hversu vinsamleg Reykjavíkurborg fyrir börn og unglinga. Og ég kannski ekki aðeins meira inn á hvað var rætt á þessum fundi hér rétt og eftir en í áfundunum að þá afhentu foreldrar sem að þar voru mér sem formann umhverfis- og skipulagsráðs undirskriftalista 400 íbúa, reyndar ekki bara á þessu svæði en megnið kemur sennilega þaðan og það þessi sami undirskriftalisti og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon gat áðan. Það sem sagt nákvæmlega vika síðan þetta var og ég sagði þeim að ég myndi strax bregðast við með því að fá samgöngustjóra borgarinnar til þess að fara yfir þessi mál og athuga hvað hægt að gera. Og það nákvæmlega það sem að hefur gerst. Samgöngustjóri hefur skoðað möguleikana á þverun fyrir gangandi vegfarendur á þessu svæði milli Kringlumýrarbrautar og Lönguhlíðar og það verður kynnt á morgun, við getum kallað það fyrstu hugmynd sem að lítur að því að hafa göng undir fyrir bæði hjólandi og gangandi og sem sagt það verður sú tillaga verður kynnt á morgun á fundi umhverfis- og skipulagsráðs. Í þeirri tillögu reyndar gert ráð fyrir að það sé þau undirgöng verður nokkuð nálægt Kringlumýrarbraut og þar svona ákveðin kostur við það út af tengingum við hjólabrautir og annað fleira og svo mun að líka vera eitt sem ekki hægt að horfa framhjá alveg og það það að hitaveitunar að fara í viðamiklar framkvæmdir. Þannig að það allavega ekki hægt annað en að pæla í því hvort það væri ráð að nota þá ferð þeirra framkvæmda ef að vilji til þess. En í næstu viku mun síðan samgöngustjóri kynna sem sagt hvernig göngubrú gæti litið út. Þannig að þetta mál þegar komið í vinnslu og það þegar komin drög að fyrstu svona niðurstöðum, fyrstu hugmyndum. Og reyndar það þannig að í nýju aðalskipulagi Reykjavíkur teiknað inn á kort hvítur hringur á þessu svæði sem að gerir ráð fyrir að þarna á milli Kringlumýrarbrautar og Lönguhlíðar geti komið slík þverun. En auðvitað ekki tekið fram hvort það að vera göng eða brú eða þá einhvers konar mjög öflug ljósastýring. Þannig að þetta sem sagt, þessi vinna þegar í fullum gangi og mun halda áfram. Og mig langar líka að geta þess að því það var minnst hér á Vegagerðina og það væri sannarlega fagnaðarefni ef að rétt reynist að Vegagerðin sé farin að líta svo á að hún beri ekki bara ábyrgð á því að koma aðalega svona einnig gerð farartækja sem að hraðast á milli staða heldur taki ábyrgð líka á umhverfinu, taki ábyrgð af því álagi sem að mikil bílaumferð í þessu tilviki getur valdið umhverfinu og að því að það nefnilega svo að göngubrú að þessu tagi eða göng að þau leysa bara hluta vandans ef að af þeim verður að því að það ekki síður kvartað og hefur kannski verið enn meira kvartað eins og borgarfulltrúar þekkja mjög vel. Það gríðarlegur hávaði og mengun af bílaumferðinni á Miklubrautinni og reyndar líka á Kringlumýrarbraut. Íbúar þar, einkanlega við Stigahlíð, hafa látið mjög í sér heyra, skiljanlega og réttilega og hljóðvistarkort og hljóðvistaráætlun vandleg sem hefur verið unnin. Hún sýnir að einmitt á þeim stöðum við Stigahlíð og Rauðagerði hljóðvist langt yfir eðlilegum mörkum.
Og þá segi ég aftur að það væri frábært ef að Vegagerðin tæki líka einhverja ábyrgð á þessu álagi, hávaða og mengunar sem að umferðin á þessum stofnbrautum veldur, og ég nefni það vegna þess að Vegagerðin veghaldari þarna. Og hver veit nema það sé akkurat það sem að að gerast, að því að við tökum þetta mjög alvarlega og höfum þess vegna boðað fulltrúa Vegagerðarinnar á fund umhverfis- og skipulagsráðs á morgun til að ræða þessi mál. Mér langar aðeins að geta þess að eins og líka allir vita, eða margir vita, þá líka gert ráð fyrir því í nýja aðalskipulagi að það geti komið stokkur eða jarðgöng fyrir umferðina á hluta Miklubrautar. Og ef við förum aðeins í umferðartölur að þá á þessu svæði, ef ég man rétt, milli Lönguhlíðar og Kringlumýrarbrautar var réttara sagt árið 2010 49.000 bílar. Og það búið að gera umferðarspá til ársins 2030 og þar verið að taka inn í væntanlega uppbyggingu nýs Landspítala á Hringbraut og það mun auðvitað valda ákveðna aukningu umferðar. Og þá hefur þetta verið sett upp í 4 sviðsmyndir sem margir þekkja. Fyrsta sviðsmynd breyttar ferðavenjur í borgin en lágmarksframkvæmdir, það að segja lágmarksframkvæmdir við umferðarmannvirki. Og þegar tala lágmarksframkvæmdir þá verið að reikna með því að það sé ekki farin út í nein meiri háttar jarðgöng eða mislæg gatnamót. Ég nefni til að mynda Öskjuhlíðargöng eða Sundabraut. Það hins vegar dæmi það að fara í hámarksframkvæmdir. En sviðsmynd númer 2 gerir ráð fyrir óbreyttum ferðavenjum borgarbúa en hámarksframkvæmdum, það að segja göngum og Sundabraut og öllu slíku. Sviðsmynd númer 3 gerir ráð fyrir óbreyttum ferðavenjum en lágmarksframkvæmdum og sviðsmynd númer 4 gerir ráð fyrir breyttum ferðavenjum og hámarksframkvæmdum. Þetta hljómar dálítið flókið, en það samt ekki, en niðurstaðan alveg skýr. Verstu kostirnir 2 óbreyttar ferðavenjur og lágmarksframkvæmdir og óbreyttar ferðavenjur og hámarksframkvæmdir. Þannig að það virðist vera að breytan í þessu mikilvæga umferðardæmi ferðavenjurnar. Af því að hámarksframkvæmdir, þær einar og sér skila mjög litlu ef að ferðavenjur borgarbúa breytist ekki neitt, af því það heldur einfaldlega bílaumferðin að aukast stöðugt. Og ef ég man rétt að þá það þessi valkostur, breyttar ferðavenjur og lágmarksframkvæmdir og svo hinn kosturinn með breyttum ferðavenjum og hámarks, það skil okkur svona svipuðum niðurstöðum árið 2030, nefnilega þeim niðurstöðum að umferð á þessu svæði 49.000 bílar á sólarhring eykst mjög lítið frá 2010. Ég ætla líka að nefna það svona því að það kannski ágætt að því að við hér í skólabyggingu á þessum fundi þar sem var að vera að ræða það hvort að Reykjavíkurborg væri góð borg fyrir börn og unglinga og þá kom það fram í minni ræðu eftir ég hafi sett mig dálítið inn í þau mál að Reykjavík hefur svo sannarlega ekki verið skipulögð þannig í gegnum tíðina með hagsmuni barna og unglinga, það verið að hugsa umferð og hættuna sem að börnum og unglingum stafar af umferð af því að mér liggur við að segja skelfilegri skýrslu sem að Óli H. Þórðarsson kynnti fyrir einu ári síðan að þá kemur í ljós að 1511 Íslendingar hafa látið síðastliðin 100 ár í banaslysum í umferðinni, 1511 og þar af 461 barn. Og eðli málsins samkvæmt að þá verða slysin flest þar sem að flestir búa. Reyndar hefur þetta snúist við að því að alveg fram til 1970-80 með rétt að þá voru flest slysin, banaslysin í þéttbýli en eftir það síðastliðin 30 ár langflest banaslys í dreifbýli.
Og ég held að það séu allir sammála það að hversu nauðsynlegt það að gera borgina að betri borg fyrir börn og unglinga. Og við höfum ofta rætt það hér áður ekki í þessum sal, heldur í öðrum sal en á sama fundi, að það sem betur fer náðst gríðarlega mikill árangur í fækkun banaslysa, ótrúlega mikill, og ekki síst fækkun banaslysa á gangandi vegfarendum. Ég segi það enn á aftur, fyrir 15 árum voru 2 slík banaslys á hverju ári, nú 1 slíkt banaslys annað hvert ár. Og það eitthvað sem að ber að fagna. Ég ætla líka að nefna það að megin línan í nýju aðalskipulagi borgarinnar auðvitað svo að gera borgina mannvænni og vistvænni borg og þá skiptir auðvitað umferðarkerfið mjög miklu máli, ekki bara öryggi þeirra sem að ganga göturnar, heldur líka lífsgæði nágrennisins, að nágrenni þurfi ekki að búa við óbærilegan hávaða og mengun. En mér langar aðeins að svona lokum að koma með smá orðskýringu af því að þegar talað breyttar ferðavenjur að þá virkar það pínlítið loftkennt orð en það algjörlega konkrét og mjög vel skilgreint í aðalskipulaginu. Það eru einkum 3 atriði. Það eru forgangsreinar fyrir almenningsvagna eða strætó. Númer 1, það 2 að efling hjólreiðakerfis og númer 3 að það gjaldtaka fyrir almenn bílastæði á sem flestum vinnustöðum. Og ef við náum góðum árangri í öllum þessum þáttum að þá alveg örugglega að bæta umferðarmenningu, bæta umferðaröryggi og minnka álag á nágrennið og það vill svo vel til að við erum þegar byrjuð á þessu. Það byrjað að vinna að forgangsreinum strætó á Miklubraut og Kringlumýrarbraut. Skiptir gríðarlegu máli og það hefur verið unnið að gríðarlegri eflingu hjólreiðakerfisins og hjólastígan í borginni allt frá árinu 2010. Og þá það verkefni númer 3 sem að það gjaldtaka fyrir bílastæði sem eru allt og mörg ókeypis við stærstu vinnustaði borgarinnar og landsins raunar, háskólana, svo dæmi sé tekið. Og bara umferðin þar veldur miklu álagi, mikilli mengun. 60% stúdenta við Háskóla Íslands fara í skólan og úr honum aftur á bíl. Og ef að næðist að takmarka þetta aðeins, segjum að náðu sér niður í 40%, þá ástandið til dæmis á Miklubrautinni miklu mun betra. En aðalatriði til þess að fara aftur að efninu og tillögunni að það sem sagt, það vinna í fullum gangi við þetta sem að borgarfulltrúinn nefndi og þess vegna geri ég það að tillögu að þessu efni eða þessari tillögu, eða hvernig sem maður orðar það nú, sé einmitt þá vísað í þessa vinnu sem að þegar hafin í umhverfis- og skipulagsráði. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu, þá borgarfulltrúi Elsa Jómen næst á mælendaskrá. Forseti, kæru borgarfulltrúar, við langar bara einhvern veginn að kasta inn umræðu hvort að fólk sé eitthvað búin að kíkja á það hvað svona til að myndi kosta, eitthvað svona grófa kostnaðaráætlun, bara það verður ofsalega gaman að fá að heyra það. Takk. Borgarfulltrúi Elsa Jómen hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs nema borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil þakka þeim Hjálmari Sveinsinni og Elsu Jómar borgarfulltrúum fyrir þeirra innlegg í þessa umræðu. Fínt að fá þessa umræðu hér á fundinum og mér líst bara vel á að þessari tillögu verið vísað til umhverfis- og skipulagsráðsins og
eins og formaður þess lagði til. Líka góð fyrirspurn kostnaðinn, það auðvitað eitthvað sem verðum alltaf hafa í huga og mig minnir, ég hef nú ekki fengið að staðfest en ég held ég að við heyrt daginn að kostnaður við göngubrúna yfir Breiðholtsbraut, þarna Selás og Norðlingaholt, að hann gæti eftir hækkun farið í 230 milljónir, borgarstjóri, er það ekki nærri lagi? Já, það var svona tala sem ég heyrði, en hún fór held ég líka hressilega fram úr áætlun, eða eitthvað 10 milljónir fram úr áætlun, og þannig að ég held að það sé sá kostnaður sem við getum búist við ef þetta verður myndarleg brú. Það er alls ekki sko auðvelt að koma slíkri brú fyrir eftir á í grónu hverfi, en þarna er þó töluvert rými, þannig að ég bind nú góðar vonir við það að þetta verði hægt. Já, og svo náttúrulega það verði undir göng, mér heyrst nú formaðurinn segja að það verði jafnvel frekar gert fyrir undir göngum, þá gæti ég trúa að kostnaður verði eitthvað svipaður. Ég man að ég sá spá undir göng 2008 þá var það 100 milljónir, það má alveg búast við að slíkur kostnaður hafi tvöfaldast síðan. Þannig að þetta er kostnaður, en ef við síðan lítum til þess að þetta mannvirki mun mjög líklega fækka slysum, draga úr þeim, þá út frá því þá held ég að slíkt mannvirki verði mjög fljótt að borga sig upp. Nú, það er líka rétt sem Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi benti hér á að göngubrú, hún leysir bara hluta vandans. Ég held að sé þannig með flestar þar lausnir sem við vinnum að borgarfulltrúar að það er mjög sjaldan sem við komum með einhverja 100% lausn á vanda. Við erum yfirleitt bara að leysa hluta viðkomandi vanda, en þarna finnst mér við samt vera að leysa mjög mikilvægan hluta vandans og við erum með þessu verið að tryggja að börn og ungmenni fái næstum því alveg örugga leið yfir þessa braut sem þau hafa alls ekki í dag. Nú, borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson notaði tækifæri til þess að fjalla almennt samgöngumálin í borginni, og það er auðvitað bara ágætt. Það var hægt að taka undir ýmislegt af því sem hann fjallaði Hann gerði umtalsefni hugmyndir stokk á hluta Miklubrautar, og það er auðvitað bara góð hugmynd, en hún hins vegar mjög dýr. Ef það er einhvern tímann tilefni til þess að spyrja kostnað, þá er ég hræddur að það sé þegar slík hugmynd kemur fram. Síðast þegar ég spurði held ég að það hefur verið sagt að við mættum búast við að ef slíkur stokkur kæmi ásamt mislægum gattamótum af Miklubraut Kringlumýrarbraut, þá gætu við verið að búast í jafnvel kostnaði upp á 15 til 20 milljarða króna. Og ég man að þær hugmyndir voru ræddar hér töluvert fyrir hrun, og ég man bara meira að segja á þeim góðaristímum þá heyrði maður frá stjórnendum Vegagerðarinnar að þeir myndu ekki taka þátt í slíkri framkvæmd, nema að því sem svaraði til mislæga gattamótana, sem eru miklu lægri kostnað. Ég held að á þeim tíma hafi verið talað að mislæg gattamót getur kostað kringu 3 milljarða, en á þeim tíma var að það hljóði Vegagerðinni að ef borgin vildi fá stokk að auki yrði hún að borga hann sjálf, sem væri þá svona megin hluti kostnaðarins. Og ég man líka eftir því að hugmyndin stokkin, hún var sem frá mislæga gattamót eða svona frá Kringlunni og talaðum frá Kringlunni og að Klambratúni, en þá sáum við það strax að það voru strax komin óskir frá íbúum austan megin við Kringluna að stokkurinn næði þangað, hann næði lengra. Þannig að þetta held ég að við borgarfulltrúar verðum að hafa í huga. Það er mjög æskilegt að geta grafið niður gatnakerfið að einhverju leyti, þetta miklu leyti, en ef við horfum bara raunsæðis augum á það hvað kostnaðurinn er, þá sé ég ekki alveg fyrir mér að það verði ráðist í slíkan kostnað á næstunni. Þannig að ég held að markmið okkar er að vera það að hafa samgöngur í borginni, hafa greiðar og öruggar og sem mengunar minnstar, og hluta því auðvitað að tryggja sem mesta fjölbreytni í samgöngum.
tryggja greiðar og góðar samgöngur fyrir gangandi vegfarendur, hjól, bíla, almenningssamgöngur og svo framvegis. Ég held að þetta sé markmið sem við stefnum öll að, og svo getum við verið kannski ósammála stundum leiðirnar. Ég velti til dæmis fyrir mér að við erum að tala Miklubrautina og uppbyggingu Landspítalans sem nú byrjað á þar, að ég held að sé alveg ljóst að umferð eigi eftir að aukast vegna nýs Landspítala, og það verður ekki hjá því komist að skoða leiðir til þess að tryggja greiðari umferð Miklubraut, til dæmis með mislægum gatnamótum á Miklubraut, Kringlumýrarbraut, skoða þann kost, því að ef að svo framkvæmd tekst vel þá væri bæði hægt að auka öryggi allra vegfarenda sem þar færu líka gangandi, og draga úr mengun og tryggja greiðari samgöngur. Ég veit að þeir sem hafa hannað nýjan Landspítala og beita sér fyrir þeirri byggingu, þeir hafa nokkrar áhyggjur af því að ef að umferð aukist mjög mikið þá geti spítalinn bara eiginlega lokast inni. Við vitum að umferðaræðirnar að spítalanum þær eru stíflaðar við ákveðnar aðstæður og hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir alla sem þurfa að reka sjúkrahús að þurfa að óttast það að neyðarbílarnir komist ekki til og frá sjúkrahúsinu vegna þess að umferðaræðirnar eru stíflaðar. Þess vegna held ég að við verðum að líta til þess hvernig hvort það sé ástæða til þess að greiða fyrir umferð á Miklubrautinni með mislægum gatnamótum til dæmis. Nú auðvitað er það rétt sem hér hefur verið bent á að okkur finnst nútíma umferð fylgja of mikill hávaði og mengun, en svo má líka benda á móti að það er mjög líklegt held ég að það dragi úr þessum vandamálum núna á næstu árum og áratugum með tilkomu rafbíla. Ég held að þeir séu orðnir núna 600 á Íslandi, var með sagt held ég 100 fyrir tveimur árum, þannig að þeim fer fjölgandi. Við sjá og það minnst dregur úr mengun, bæði loftmengun og hávaðamengun, og síðan sjáum við að það eru örar framfæri líka í þróun sjálfakandi bíla, og allir fræðingarnir þeir fullera við okkur og þeir verið miklu öruggari heldur en við þegar við aukum bílunum, vegna þess að flest slys verða vegna mannlegra mistaka, og það er fullyrt að í sjálfakandi bílar verði öruggir að því leyti að þar öryggisbúnaður þar, ratsjár og annað, þar nemi hættur miklu fyrir heldur en mannsjúkunum gerir. Og jafnir þó að kunna þykja draumórakennt að tala sjálfakandi bíla, þá vitum við að sú tækni sem þar verður lögð til grundvallar, hún er þegar komin, hún er farin að ryðjast til rúms í þeim bílum sem eru nú þegar til staðar, og það má búast við því að á næstu árum þá setji bílaframleiðendur ýmsa hluti fítusa inn í sína bíla sem verða síðan í sjálfakandi bílum, sem eru til dæmis ratsjá sem skynjar gangandi vegfarendur í myrkri sem eru að hlaupa yfir götu þó þeir sjáist illa frá bílstjórunum séð. Þannig að það er óþarf að vera með nokkra bölsýni þegar við skoðum samgöngumálin í Reykjavík. Auðvitað má taka undir það að Reykjavíkurborg hafi í upphafi ekki verið skipulögð fyrir börn og unglinga. Ég held að mennir og mörg bannastir beri því vitni, það er alveg hægt að taka undir það. Ég held að mennirnir sem fyrir 100 árum teiknuðu upp göturnar í Reykjavík fyrir þá bæði kannski hægfara bíla og hestvagna, þeir hafi bara hreinlega ekki séð fyrir sér bílabyltinguna, þeir hafi hreinlega ekki séð fyrir sér allan hennar fjölda sem myndi flytja til borgarinnar og að nánast hvert heimili kemur sér upp einum eða tveimur bílum. Við þessu höfum við verið að bregðast síðan og vissulega með einhverjum árangri sem hefur komið fram í fækkun bannaslysa í borginni, og ég held að þessi hvergi nærri hætt. Ég held að þessi umræða hér í dag sé hluti af því. Mér heyrist vera góð samstaða það hér í borgarstjórn að göngubrú eða undirgöngu og göngutengsl á þennan stað skuli koma. Það var ekki sami samhljómur á borgarstjórnarfundi fyrir réttu ári þegar við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins komum með tillögu göngubrú í gamla Vesturbænum yfir Hringbraut. En það er gott að sé samstæðan þessa tillögu eða samhljómur og jákvæð viðbrögð sem ég þakka fyrir, og ég sé ekki til fyrirstöðu vísu þessu til nefndar.
Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti ágæta borgarstjórn, við borgarfulltrúi Kjartan Magnússon getum talað hér langt fram eftir degi úr því að engir aðrir vilja taka til máls með málefni. En mér langar aðeins svona, ekki til að lengja þetta heldur aðeins svona samt til þess að halda hans áfram með þessu umræðu og fyrst af því að það kom fyrirspurn frá henni Elsu, borgarfulltrúnum Elsu Jeómann kostnað við þetta og hann liggur svo sem ekki fyrir en aðalatriðið er að fá vegagerðina með í lið. Það sama gildir eins og ég kom áðan inn á í sambandi við hljóðvarnir og mér skilst að sveitarfélög hér í allra næsta nágrenni hafi náð mjög góðum árangri í því. En ég vil samt aðeins bæta því við að ég lít alls ekki svo á að það sé hér með svo gott sem búið að ákveða að fara í aðgerðir þessu tagi. Allavega hvað umhverfis- og skipulagsráð varðar lítið svo á að við ætlum í fyrsta kastið að fá kynningu á kostum þess að hafa þarna annarkvort undirgöng eða brú. Síðan hefjast umræður kosti og galla við það, kostnað líka og síðan að þeim loknum mun liggja þá fyrir einhvers konar álit það. En ég ætla aðeins að koma inn á þetta tal rafbíla og ég hef svona ákveðnar efasemdir það þegar menn telja að einhver tiltekin tækni muni leysa mikinn vanda. Það oft sem sagt svona að mínum mati ákveðin svona afsökun fyrir því að takast á við vandan hér og nú. Og það var ágætur kanadískur fyrirlesari daginn sem sérfræðingur í almenningssamgöngum og hvernig þetta byggja upp öflugar almenningssamgöngur og hann benti reyndar á að það rauninni gríðarlega mikill áróður í gangi fyrir rafbílum og sjálfkeyrandi bílum og hann kemur eiginlega allur frá framleiðendum þessara farartækja, hvort sem það Mercedes-Benz eða Tesla eða hvað sem heitir. Þannig að ég held að við eigum að taka það svona með hæfilegum fyrirvara og skoða allt krítískt. Ég bendi líka á að ef að þetta verður einhvern veginn bara mjög einfalt að koma með sjálfkeyrandi bíla þá getum við slegið nokkuð margar flugur í einu höggi því að þá hljótum við að fá líka sjálfkeyrandi strætóa og verður það ekki miklu betri kostur að fara í sjálfkeyrandi strætó 70-80 saman. Og þá þurfum við að hafa vegakerfi sem einmitt hefur sérstakt forgangsrennarkerfi fyrir strætó. Þannig ég held að við eigum strax í dag og við erum þegar byrjuð á því eins og áður kom fram á því að takast á við vandan eins og hann núna. Svo bara ber framtíðin eitthvað í skauti sér. Það er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér langar bara til þess að taka þátt í þessum umræðum, ekki síst vegna áskorunar Hjálmar Sveinssonar borgarfulltrúa, en þessi tillaga sem komin fram svo sem vel, það kannski full ástæða til þess að skoða hana, ástandið á því svæði sem hér ræðir alvarlegt, en það það víðar í borginni. Ég ætla svo sem ekkert að fjalla neitt sérstaklega þessa tilteknu brú, en mér langar til þess að bara fara að tala þetta aðeins í víðara samhengi. Ég mjög glöð að hér í Reykjavík hafa ekki verið byggð mislæg gatnamót síðan gatnamótin við Hringbraut, nýja Hringbraut var lögð og það stefnir ekki í að það verði byggð fleiri mislæg gatnamót í Reykjavík. Við höfum verið að gjörbreyta því hvernig við lítum á hvernig umferðarmenningin í Reykjavík, hvernig við skipuleggjum borgina og út frá hvaða þörfum og hvaða hagsmunum.
á sama tíma og snúið hefur verið af braut mislægra gatnamóta, hefur verið snúið inn á braut hjólreiða, almenningssamgangna og gangandi vegfarenda. Borgin hefur verið að þéttast og hún mun halda áfram að þéttast til þess að gera öðrum samgöngumátum hærra undir höfði og stuðla að jafnrétti samgöngumáta sem alls ekki til staðar í dag. Í dag eru bílarnir ennþá rétt hærri heldur en aðrir samgöngumátar og auðvitað tekur það tíma að breyta þessu en við ætlum að stefna að þessu og það hefur verið tiltölulega víðtæk sátt í borgarstjórn Reykjavíkur þessa stefnu þó að einstaka menn hafi haft efasemdir. Það full þörf á því að snúa af þessari braut og einmitt þegar við erum komin út í þegar við erum komin með vandamál eða viðfangsefni sem krefjast þess að við byggjum annaðhvort undir eða yfir götur, bílagötur til þess að aðrir geti komist leiðar sinnar heldur en þeir sem eru á einkabílum, að þá erum við komin í slíkan vanda að við þurfum að endurhugsa það hvernig við lítum á gatnakerfið og samgöngukerfi borgarinnar. Við ættum aldrei að byggja undir eða yfir götur. Við ættum alltaf að geta leyst hlutina í plani og vonandi lukkast okkur það að finna einhverja leið þannig að gangandi og hjólandi og almenningssamgöngur geti verið í betra nábýli við einkabílinn eða fjölskyldubílinn eða hvað það kallað á þessu svæði á milli Lönguhlíðar og Kringlumýrarbrautar. Ef að það tekst ekki og ef eina leiðin göngubrú yfir götuna að þá erum við pínlítið að gefast upp gagnvart einkabílnum og þá held ég að við þurfum að hafa þá göngubrú helst tímabundna, að það verði tímabundin lausn á meðan við drögum úr umferð einkabílsins vegna þess að við getum það vel. Við eigum að geta stuðlað að eins og hér hefur verið rætt fleiri farþegum í strætó, ekki sé talað ef þeir verða nú sjálfvakandi og gert svona borgina aðeins mannlegri. Þannig að ég held að við ættum að reyna að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að hægja á umferðinni þarna, til þess að þrengja að henni og til þess að stuðla að því að fólk fari með öðrum hætti þetta svæði heldur en með einkabílnum. Það var borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir, lokið máli sínu og ekki fleiri, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka aftur fyrir þessa umræðu. Mér finnst hún bara vera fín og auðvitað eru mismunandi skoðanir samgöngumáli hér í borgarstjórn og fyrir mætti nú vera en ég held að bara með hverju umræðinu sem við tökum þá vonandi eykst skilningur okkar á sjónarmiði hinna sem við erum ekki alveg sammála og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi hann kom hérna með ákveðnar efasemdir að tæknin myndi leysa vandann eða allan vandann og það alveg rétt. Auðvitað leysum við aldrei allan vandann, það hefur eiginlega aldrei fundist 100% lausn á einhverjum ákveðnum vanda. En ég held að það verði mjög miklar breytingar á samgöngumálum með tölvutækninni og ég held að ég mjög bjartsýnn á að hún muni leysa að tækninni vel tekst til þá getur þetta leyst stóran hluta vandans. Borgarfulltrúinn kom inn á það að við mættum ekki vera ginnkeypt fyrir að gleypa hráan áróður í þessum efnum sem kæmi mjög oft frá framleiðendum bílana og auðvitað það má vel vera að þeir séu með áróður en þetta miklu meiri en svo. Við sjáum það að verkfræðingar, umferðarsérfræðingar, fagtímarit og annað sem fjalla umferðarmál þau segja reglulega frá miklum framförum sem verða þessu leyti og það þannig við tæknina oftast nær þá eru tækniframfarir til bóta og ég held að sé líka þannig í þessu. Auðvitað eru alltaf úrtölumenn, auðvitað alltaf einhverjir sem hafa ekki trú á tækninni og ég maður til dæmis bara eftir því eða sá einhvern tímann frásögn af því þegar að fyrsti bíllinn kom til Reykjavíkur, var í Eyjólfs kaupmanns og ókum götu bæjarins að sá bíll fékk mjög slæma einkunn í Morgunblaðinu og í frásögn í blaðinu. Sá blaðamaður hafði greinilega enga trú á tiltækinu og tók sérstaklega fram að reiðhjól dygðu miklu betur í bænum heldur en bílarnir
og hafði enga trú á þessari tækninýjung. Nú, einhver maður sem starfaði fyrir IBM eða stjóri fyrir IBM á sínum tíma árið 1950 þegar þeir komu með tölvu sem myndir nú ekki duga mikið í dag, hann spáði því að framtíðarþörf Bandaríkjanna fyrir slíka tölvu varu 50 til 100 tölvur semast út alla 20. öldina. Og það var meira sem maður í kringum aldamótin, einhver deildarstjóri hjá Póst og Síma sem í tæknimálum sem spáði því að interneti væri bara bóla. Þannig að auðvitað er alltaf koma fram menn sem hafa ekki trú á tækninýjungunum og vilja taka með fyrirvara. Þetta sé fínt fyrir okkur borgarfulltrúa að taka ýmsum með fyrirvara, en ég held að alveg ólíkt óháð því hvað skoðum við á þessu, þá muni þessi tækni breyta miklu fyrir okkur og vonandi til þess betra. Ég hef trú á að svo sé. Nú, og borgarfulltrúinn tók dæmi um það að við vildum kannski ekki sjá 80 manns í sjálfakandi strætó og það má vel vera, en þá líka bara ágætt að minna á það að flest okkar höfum við nú stigið upp í flugvél, kannski með nokkur hundru manns, og þessar flugvélar eru allar nú til dags sjálfakandi í þeim skilningi að stóran hluta leiðarinnar sem við setjum í vélinni og látum fara vel okkur, þá eru þær á sjálfstýringu. Og ég held að það sé í sjálfu sér ekki mikið flóknara, eða það er svona svipað konsept að hanna bíl með sjálfstýringu eins og hanna flugvél með sjálfstýringu, þó það sé vissulega sumt ólíkt með þessu. Og ég held að við höfum bara að taka ánægða móti tækninýjungum og velta í fyrir okkur hvað það geta fært okkur gott, og mjög ánægilegt að sjá að til dæmis Sverrir Bollason, fulltrúi Samfylkingarinnar í skipulagsráði, sem situr það með Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa, hann hefur frekar litið á kostina, hann hefur tjáð sig þessi máli í fjölmiðlum og litið til kostan, og það er auðvitað bara ánægjulegt. Nú, Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi talaði hér um göngubrú, og mér fannst hún svona verið meðalagi hrifin af þessari lausn, var þó til í að skoða máli og ég er bara þakklátur fyrir það, og sá þetta fyrir sig sem tímabundna lausn. Nú, það má vel vera að þetta verið tímabundin lausn, kannski leysir tækninni sem mál síðan bara fyrir okkur öðruvísi og allir geti bara farið gangandi yfir götur í framtíðinni, kannski með gangbrútaverði sem er vélmenni. Og síðan kom svona hefðbundin setning mislæg gatnamót að þau væru slæm og það væri hægt að byggja það í borginni. Kannski verði ekki fleiri slík gatnamót byggð, ég veit ekki, kannski koma tækninýjungar í veg fyrir það að við þurfum að byggja fleiri mislæg gatnamót. En ég vil þó benda á það að samkvæmt árskýrslu Samgöngustofu, þar sem er birt yfirlit yfir hættulegustu gatnamót landsins, þá eru langflest gatnamótin af þeim eru ljósastýrð, en mislæg gatnamót, ég man ekki hvort yfir 20 eða 30 hættulegustu gatnamótin, hvort að ein mislæg gatnamót komast á blað. En við höfum mýmörg dæmi um það að gatnamót sem voru áður mjög hættuleg, ollu miklum skaða, mörgum slysum, bannaslysum, að þau urðu mjög örugg við það að verða mislæg. Og ég veit ekki kannski hvað borgarfulltrúar sem eru bara móti mislægum gatnamótum hugsað sér, kannski hafa þær hugsað sér að þau séu svo lóta það þurfi bara að rífa þau niður, en þá þeir líka að hafa í huga að minnst kosti við nú aðstæður í bílum fyrir borgarinnar, þá myndi það þýða mikla fjölgun slysa. Þannig að ég held að við ekki verðum að fordóma þessu efni, mislæg gatnamót eiga auðvitað ekkert alls staðar við, en ég held að við ættum svo sannarlega að bara ef við lítum á slysatölur umferðar eða Samgöngustofu, þá ættum við auðvitað að skoða með opnum huga að byggja mislæg gatnamót eða leyfa Vegagerðinni að byggja mislæg gatnamót á slysamestu stöðunum í Reykjavík. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson og eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti á geta borgarstjórn, ég vil bara benda og ef að menn skoða slysakort umferðarstofu, þá sjá þeir það að það verða tiltölulega mörg alvarleg slys við mislægu gatnamótin við bústaðaveg. Þetta eru merkt með hringir með nokkrum litum, og það eru stórhættuleg gatnamót, mislæg gatnamót. Það eru gatnamót sem að bjóða einhvern veginn upp á að keyra mjög hratt og tiltölulega kröpp beygja. Þannig að það er bara alls ekki rétt að mislæg gatnamót þau séu einhver svona öryggistæki í umferðinni. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon.
Forseti góði borgarfulltrúar, það ótrúlegt að heyra formann umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur taka svo til orða að mislæg, jafnvel gefið í skyn að mislæg gatnamót séu hættuleg. Auðvitað eru mislægu gatnamótin eins misjöfn og þau eru mörg. Þau hafa verið byggð á mjög löngu tímabili og þau hafa ekki öll heppnast fullkomlega. Ég tek bara sem dæmi stóru slöfugatnamótin við Elliðaárnar. Sumir sjá alltaf fyrir sér þannig gerða gatnamótin við tala um mislæg gatnamót. Þau eru bara barn síns tíma, hönnu 1960, taka allt of mikið í rými. Auðvitað myndi engum detti í hug í dag að gera aftur slík gatnamót. Borgarfulltrúinn vitnar til gatnamótana við Bústaðaveg Snorrabraut vantarlega og segir að það séu slys þar. Já, það alveg rétt. Ég sá að þau á þessum lista yfir sem sagt, ég man ekki hvort það voru 20 eða 30 slysamestu gatnamót landsins. En í rauninni er þetta ef þau eru slysa mikil, þá er þetta rauninni undantekningin sanna regluna. Það sýnir bara það að þá hafi ekki nógu vel tekist til við hönnun þessara gatnamóta. En hinn gatnamótin eru hins vegar miklu fleiri sem voru ljósastýrð og voru stórhættuleg með fjölmörgum slysum en urðu mjög örugg við það að þau voru gerð mislæg. Það er þetta að nefna mjög mörg dæmi, það er sennilega bara að halda fyrirlestur fyrir borgarfulltrúa, fyrst að hingað kemur borgarfulltrúi í pontu og heldur þessu fram. Ég nefni sennilega mesti árangurinn var sennilega í gatnamótunum við Réttarholtsveg Miklubraut. Ég held að þar hafi alvarlegum slysum fækkað 92%. 92% borgarfulltrúa góðir við það að það var skipt úr ljósastýrðum gatnamótum út í mislæg. Þannig við skulum forðast svona sleggjudóm á alhæfingar í þessari umræðu, en að sjálfsögðu geti viðurkennt það að það hafi ekki öll mislæg gatnamót heppnast algjörlega sem skyldi. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti ágæta borgarstjórn, þessi umræða er að taka á sig mjög furðulega mynd. Ég sagði semst aldrei að mislæg gatnamót vera hættuleg. Ég sagði hins vegar að dæmi sýndu að þau eru ekki alltaf hættulaus og það eru til dæmi mislæg gatnamót sem eru hættuleg. Það var eina sem ég sagði. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá er andsvörum lokið og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti ágæta borgarfulltrúar, ég ætla nú ekki að fara kannski að fleyta fundunum inn á þessa braut sem að hann er komin á núna, þó þetta sé mjög áhugaverð umræða. Ég ætla svona að segja það því að formaður umhverfis- og skipulagsráðs er hérna og hefur verið að taka til máls, að það er bara ástæða til þess að við beinum því til samgönguskrifstofu umhverfis- og skipulagssviðs að fara yfir þessi mál með faglegri hætti heldur en verið hefur hér í dag. Við höfum áður rætt þetta í borgarstjórn og þá yfirleitt koma fram einhverju svona alltaf því svolítið öfgakend afstaða til mislægra gatnamóta eins og það sé eitthvað sem sé hræðilegt og megi bara alls ekki ræða og ég helst að rífa niður, enda er það að skipulag Reykjavíkur akkúrat hugsað þannig. Og ég er engin sérstakur talsmaður mislægra gatnamóta, ég er bara talsmaður fyrir öryggi. Talsmaður fyrir öryggi umferðarinnar og umferðin geti farið sína leiðir, hvaða fararmáti sem notaður er. Ég er nú bara hérna með mér upp í ræðustól akkurat yfirliti yfir það sem að ég held að formaður umhverfis- og skipulagssviðs hafi verið að vitna til, það sem að er umhverfisskýrslan, slysaskýrslan umferðarstofu, sem heitir nú Samgöngustofa víst, á 20 hættulegustu gatnamótum í þéttbýli og ég ætla nú ekki að fara að lesa það allt saman upp. Ég ætla bara að biðja hann og þá aðra borgarfulltrúa hér bara að flétta upp á því, það er allt saman inn á netinu og það geta með séð að auðvitað hættulegustu gatnamótin eru gatnamót sem eru í svokölluðu plani, það er að segja sem er ekki mislæg, og ljósastýrð gatnamót einfaldlega vegna þess að það verða mistök, ljósin kalla á mistök, fólki sýnist vera grænt eða rautt og svo öfugt og svo framvegis. Þannig gerist þetta nú og mislæg gatnamót, eins og ég segi, sem að er ekki trúaratriði af minni hálfu, þau eru öruggari. Það er bara svo einfalt mál og öll hljótum við að tala fyrir öryggi, annars hljótum við að vera að gera eitthvað annað en að vinna vinnuna okkar. Þannig að ég ætla bara að upplýsa það að hér í umhverfis- og skipulagsráði á morgun mun ég fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna í því ráði óska eftir því að slík samantekt verði gerð, þannig að við séum ekki hérna bara svona skemmt okkur við það að halda litla ræður sem að hafa lítið innihald og raunverulega byggir ekki á neinum sérstökum upplýsingum sem að þó hljóta að vera flestum aðgengileg eins og ég er hér að benda á.
Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti ágæta borgarstjórn, ég mótmæliði harðlega fyrir mína hönd og borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar að hér hafa verið haldnar innihaldslitlar ræður. Þetta er fáránleg fullyrðing, hrokafull og er algjörlega innihaldslaus. Með allri virðingu fyrir áliti borgarfulltrúans Júlíusar Vífils Ingvarssonar á okkur, Kjartani Magnússyni, að þá sem sagt stenst það alls ekki sem það segir. Við vitnuðum í skýrslur, plön, umferðarspár, umferðarútreikninga og svo framvegis. Þannig ég mótmæli þessu. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum fyrir að lyfta þessu fundi aðeins á skemmtilegra plan, þar sem að fólk getur skemmt sér svolítið við að hlæja og brosa því sem sagt er. Það var sko alls ekki meining mín að fara að gera lítið á borgarfulltrúanum eða gera honum upp að hann reyndi ekki að styðja mál sitt einhverjum þeim rökum sem hann hefur. Svo ég ætla bara að biðja borgarfulltrúanum að gera okkur þann ágæta greiða að finna umferðarskýrsluna sem ég er að vísa til, sem er sem sagt hættulegustu gatnamót 2010-2014, útgefið af Samgöngustofu á blaðsíðu 17, biðjum að koma hér upp og lesa þau fyrir okkur. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að svara andsvari og þá er andsvörum lokið og umræðum sömuleiðis. Hér er komið fram málsmeðferðartillaga að tillögunni verði vísað til umhverfis- og skipulagsráðs. Þau sem samþykkja það gefa merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá gerum við 3 mínútna hlé á fundi.